Já, hvítasunnudagur, til hamingju með daginn á þessa hátíð. Stofndagur kirkjunnar. Það lesa fyrst hérna bara þessi klassísku vers í kringum þennan dag. Svo fer ég kannski með þetta í aðeins aðra átt heldur svona gengur að gerist. Það allt í lagi á þessum degi? Postulasagan 1:8. Og þeir heyrðu það áðan þegar hljómsveitin var að spila og söngvararnir og biðja og talaðu kraft Heilags Anda sem var úthellt og gefinn. Og það ákvært það sem segir að Jesús sagði í 1:8 postulasögunni að þið munu öðlast kraft Heilagur Andi kemur yfir ykkur. Og örlítið seinna í postulasögunni 2:1 segir en þá uppbrunnin var hvítasunnudagur voru þeir allir samankomnir. Þeir voru í það sem við köllum mennilega svona loftstofu, sem var bara efri hæð í húsi. Hún var ekkert upp í loftinu, hún var bara uppi. Og ef við förum eitthvað til Jerúsalem saman, þá getum við farið inn í þessa loftstofu. Við getum verið þar. Hún það ennþá. Og sest inn og fengið tilfinningur af hvað var að gerast þegar, hlustiði, skyndilega var gnýra himni eins og aðdynjandi sterkviðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungun eins og að veldi væru hvíslust og settust af hvern og eitt þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum. Yfirleitt á hvítasunnudag verið að fjalla þessa úthellingu andans og kraftinn og náðargjafirnar sem við þeim fylgjuð. Og við sáum hlutaði hér á sviðinu í dag þegar framgengi var í þekkingar og spádómsorðu. Þetta hluti af náðagjöfum Drottins sem hann gefur fyrir anda sinn og það eru dásamlegar. Trúin, lækningin, þekkingarorðin, spádómsorðin, greining anda og sjálfsögðu tungutalið. Margir sem efast þetta. Ég sagði ykkur að ég var einu svona Spáni. Nei, ég var í spænsku Marokkó, ég var í Ceuta, eins og ég segja. Ég var yfir í Marokkó og þar var gamall hvítasunnuprestur sem var að hætta. Ég var búin að kynnast krökkunum þar í kirkjunni, vorum að boða trúna nokkur ungmenni. Ég sjá þetta aldrei síðan. Og hann að hætta svo sett og hann biður fyrirbarn, hann biður mig að biðja fyrir sér. Og ég bið á ensku og sá ungi maður sem ætlaði að taka við kirkjunni af þessum eldri pastor, hann biður sem sagt, hann túlkar fyrir hann. Og þetta svona þegar maður kemst í svona bænham, þetta alveg korter bæn, þú veist, við einu manni. Það var bara, hann satt á meðan. Og svo þegar bænin búinn, þá segir hann eitthvað unga mannin sem snýr sér að mér og segir, hvenær lærðu þú spænsku, Halldór? Ég kann ekki spænsku, segi ég. Kann segja, una cerveza, por favor, eða mestalagi. Já. Og ég kann ekki spænsku. Nei, þú baðst alveg á reiprandi spænsku. Og ég veit ekki enn þann dag í dag hvort að ég gerði það eða hvort að hann bara skildi það á spænskunni. Það skiptir ekki máli. Það fór beint inn í hjartans. Það alls konar hlutir sem gerast. Ég get sagt ykkur annað svona með tungutali því að þú eru yfirleitt það sem að fólk svona tungutal. Ég stóð á palli í Richmond í Virginíu í Lofgerasveit, trúi, ég var eins og í Lofgerasveit. Öll hinn létu mig líta þokkalega út sjálf. Og ég stend þarna og það kemur svona, nákvæmlega svo gerist hér áðan, það kemur svona kafli þar sem að menn fara bara að syngja og það svona lofsöngur í gangi, lagið búið, hljóðfærin að spila og stúlkan sem við hliðanum var frá Ástralíu. Hún dáin núna, blessuð sé minningarnar. Yndisleg guðskona og
Árný stóð líka að vera að syngja. Svo heyrum við hana byrja að syngja í tungum. Og eftir bara smástund í tungum, þessa ástralsku, eftir smástund í tungum þá kemur dýrð og lofsér þig drottin, dýrð og lofsér þig drottin á skýrri íslensku. Það sem hún söng þetta fram og lofsöng drottni á íslensku. Það voru Íslendingar við hliðina á henni, við skildum það. Engin annar. Já, þetta í alvöru, krakkar, þetta ekki gervi. Þetta ekki plat, þetta alvöru. Þannig að gjafirnar eru góðar. Mig langar, ef ég má, fara með þetta samt í aðeins aðra átt. Þennan boðskap. Það í lagi? Ég lofa ekki einu sinni að komast yfir hann í dag. Þá fær bara ég leyfi frá Sibbu til þess að koma aftur, taka seinni hlutan. Því að þetta bara þessa eðlis. Ég sagði það við eina vinn minn áðan. Þetta mögulega mikilvægasta kennsla sem við getum hlustað á. Hvernig kem ég með það? Ég ætla að byrja á að segja, þegar heilugum anda fór úttelt í lærisveinana á hvítasunnudags, við vorum að lesa á þann, við mögum ekki gleyma því, þeir voru ekki bara að fá kraft til að senda, þeir voru að endurfæðast. Þeir voru að frelsast. Andi Guðs hefði ekki verið úttelt áður. Kristur var ekki búið með verkið. Þeir voru undir gamla sáttmálanum þangað til hann klárar dæmið og þegar hann fer og heilagur andi kemur, þá tekur nýji sáttmálum við og honum anda Guðs úttelt í hjörtu lærisveinana. Þegar þeir voru að frelsast. Þeir voru ekki bara að fyllast heilugum anda. Þeir voru að endurfæðast. Þið með? Jesús var frumburðurinn, segir Biblían. Síðan kom þessi hópur í loftstofunni. Síðan eins og við heyrðum, síðan fóru þeir út og þar voru 3000 sem bættist í hópinn þann daginn að þeir sem frelsast létu. Síðan hefur þetta verið svona ár frá ári og öld eftir öld og hér eru við. Ok. Aðeins að leggja grunninn á þessu lengur og ég svona að reyna átta mig hvernig fer ég í þetta sem ég ætla að segja. Ég ætla nefnilega að útskýra, já, förum því á eftir. Nú er ég komin á undan sjálfum mér. Lesum hérna í Jóhannes 16. Ég hef lesið þetta áður fyrir ykkur og við verðum að rifja upp til þess að vita hvert við erum að fara með þetta. Hvað segir Jesús þennan heilaga anda? Hann var löngu búinn að segja að hann myndi koma. Hann var búinn að segja að hann myndi senda hann og hann sagði að faðirinn myndi senda hann og svo sagðist hann myndi senda hann og þá fyrir kannski áttaði á þessu byrju hvor ætlaði að senda hann? Koma því á eftir. Það var enda bara eitt sem senda hann, það Guð. Hann segir, Jesús segir í Jóhannes 16, 7-11, hlustið vel á. Ég segi ykkur sannleikann. Þegar Jesús segir þetta, þegar sannleikurinn segir, ég ætla að segja ykkur sannleikann. Þá eitthvað sem við þurfum að hlusta á. Talum ekki þegar segir sannlega, sannlega, segi ég þér. En ég segi ykkur sannleikann, það ykkur til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, þá kemur hjálparinn ekki til ykkar. En ef ég fer, sendi hann til ykkar og þegar hann kemur, mun hann samfara heiminn synd, réttlæti og dóm. Flestir hætta þarna að lesa og segir bara heilagur andi kemur og hann að samfara alla synd, réttlæti og dóm. En hann ekki að samfara alla synd, réttlæti og dóm. Jesús útskýrir. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Það syndin. Þeir trúðu ekki á mig. Svo hvern þarf heilagur andi að samfara þá synd? Þá sem ekki trúa. Þannig að verk heilags anda til að samfara synd ekki í hjörtum hins trúaða. Sumir vilja nefnilega meina það að heilagur andi sé í því að samfara sinna kristnum synd. Hann bara ekkert af því. Þetta bara sýna ykkur það. Hann að samfara hina vantrúðu syndira sem að trúa ekki á Jesú. Svo kemur þessi skrýtna setning.
réttlætið því hann mun líka samfara réttlæti, og réttlætið að ég fer til föðurins og þið sjáum mig ekki lengur. Skrítin setning. Við erum búin að átta okkur á hvernig hann samfara synd, það hinni sem vantrúðu, svo ætlar hann að samfara hinni réttlætu, og það eru hinni trúðu. Svo hann bendir á strákan og stelpurnar og segir, réttlætið að ég að fara, en þið sjáum ekki lengur. Og af hverju þurfum við á heilugum anda að halda þegar við sjáum Jesús ekki lengur? Þegar ég í samfélagi við ykkur hér, ég myndi ykkur, ég sé ykkur, ég tala við ykkur, ég get heilsað ykkur eftir COVID. Skilur hvað ég meina? Þú veist, við getum tekist í hendur, við getum faðmast. En ef þið færuð síðan öll, og ég myndi aldrei sjá ykkur meir, hversu lengi myndi ég muna vel eftir ykkur? Ég yrði að praktisera það, að rifja upp hvernig þið voruð. Ef ég hef enga mynd af ykkur, enga ljósmynd af hvernig lítið út, þegar þið enga ljósmynd af Jesú, hann var bara að fara. Þá þurftur að endalaust að vera að rifja upp hvernig hann var, hvað hann gerði, já, munið til þessu hérna og svo framvegis. En heilagur andi kemur og hann minnir þau á réttlæti sem þau eiga í Kristi. Verk heilags anda í þínu lífi að minna þig á að þú átt trú á Jesú Krist hver þú ert. Það það sem hann gerir. Hann að minna þig á hver þú ert í honum. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Höfðingi þessa heims, óvinurinn okkar, hann dæmdur. Hann búinn að vera. Finito. Munið að ég ræddi síðast í sunnudag held ég hafi verið hönnun, hvernig við erum hönnuð. Og ef hönnun til staðar þá líka ykkur sem hannar. Mér langar aðeins að ræða þennan atburð, þetta með heilagan anda út frá hönnun okkar, hvernig við erum hönnuð til að meðtaka og lifa og hvernig Guð, hvernig Guð virkar. Þetta að segja það? Svona virkar Guð. Nei, af því það ekki bara hvernig hann hugsar, heldur bara hvernig hann hvernig virkar hann? Ég get alveg spurt ykkur, hvernig virkar hjónabandið þitt? Og þá lýsir ykkur fyrir mér hvernig hjónabandið virkar. Ég að tala það. Hvernig virkar Guð? Þegar Guð útskýrði sjálfan sig. Við heyrðum það líka á sviðinu á hann. Fyrst að við heyrðum ég Það var fyrsta sem hann sagði. Ég En hann notaði alltaf, hlustið vel á, alltaf tilvísun í dýpstu samskipti sem mannskepnan þekkir. Hann vísaði, hans tilvísun sjálfan sig var til dæmis í hjónabandið. Samband Krists við kirkjuna. Skilur þetta svo hjónaband. Samband karls og konu. Það það nánasta samband sem við þekkjum á jarðríki. Það ástarsambandið. Kærleiks samband milli einstaklinga sem gefa hjarta sitt og líf og líkama hvort öðru. Ekki satt? Þau verða eitt. Þau geta gefið af sér afkvæmi og afkvæmi líka hluta þeim. Og þau eru núna orðin 3 en þau eru samt 1. Þau getur 4 og þau eru 1. Þau getur 5 og þau eru 1. Og þetta allt hluti, börnin hluti af þér. Veistu það, ef þú átt barn, þá þitt DNA í þeim. Þau eru með þitt blóð. Þau eru með sitt blóð, já, en þau eru samt með þitt. Þitt DNA að renna í blóð æðar þeirra og í frumum þeirra. Hluti af þér. Þetta eining sem við getum eyðilagt. En Jesús Guð vitnaði alltaf í svona einingu þegar hann var að reyna að lýsa því hvernig hann væri. Ég get alveg sagt okkur með mig. Ég ýmist Halldór og Árni eða Árni og Halldór.
Allt mitt líf hefur verið Halldór og Árni eða Árni og Halldór, síðan ég gifti mig. Fram að því var ég bara Dóri Lár. Það var aldrei talað mig nema konan væri með. Það pirrar mig ekki neitt. Við erum eitt. Hafið tekið eftir einu þegar Guð lýsir sambandi sínu þínu við hann og sig við okkur, þá notar hann aldrei orðið þræll. Það aldrei kvöð, það aldrei fjötrar, það aldrei eins og Biblían segir einastöð aumur maðkur. Ég aumur maðkur. Vitið þið hvað? Hann notar ekki einu sinni, hlustur hann vel á, orðið þjónn. Jesús sagði, þið eru ekki lengur þjónar mínir. Þið eru vinir mínir. Sjáu, sambandið, hann skilgreinir sambandið allt öðru seldur við erum oft vön að gera í okkar sambandi við Guð. Við erum eitt með Guði og ég ætla að útskýra það eins og eftir hvernig það virkar. Og þetta ofsalega falleg hugsun. Og mörg okkar og margir kristnir, já, ég eitt með Guð. Og svo veit ekkert hvernig það virkar. Hvernig ég eitt með Guð? Já, finn ekki neitt en ég eitt. Hvernig ég eitt með Guði? Ég verði aðeins að minnast á þetta. Ef raunveruleikin að okkar samband við Guð eins og hjónaband, það alvaran, það alvörumyndin, þá veraldlegt hjónaband einstaklinga skugginn af því. Samt hefur kirkjan áraraðir og aldaraðir útskúfa þeim sem skilja. Margir hafa þurft að skilja af einhverju ástæðu, eða skilið af einhverju ástæðu. Og nánast verið svona annars flokks, ef ekki bara þriðja flokks kristnir eftir það. Og fyrir marga sem lent í skilnaði, kristi fólk, þá hefur þessi skilnaður skilgreint þeirra líf eftir það. Og ég segi við þig, láttu aldrei skuggan skilgreina þig. Láttu aldrei skuggan skilgreina þig. Raunveruleikinn, þitt samband við Guð, þín eining við Guð það sem skilgreinir þig. Ertu með mér? Og þá koma því sem ég veit ekkert hvernig ég á að lýsa. Og það þessi þríeini Guð. Hvernig útskýrirðu Guð? Það erfitt að útskýra eitthvað það sem þú hefur ekkert viðmið. Ef ég sagði við ykkur, ég var í Ísrael haust fyrir 2 árum síðan og ég fekk ávöxt og hann líkist helst svona einhverju svona, svo reyni ég að lýsa hverju hann, og þá hefur þú eitthvað viðmið. Já, hann svona eins og appelsína, já, hann mjög líkur appelsínu og þú farið smá hugmyndum hvernig þetta sem ég borðaði. En ég segi við Guð þríeinn, en Faðir, Sonur og Heilagur Andi og hann, við hvern ætlar að miða, hvern ætlar að bera það saman, hvern ætlar að fá eitthvað samanburð til að skilja hvað það meinar. Hann Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi. Þetta Guð sem við trúum á. Fyrir mörgum þetta bara, á ég byrja til Guðs, og ef ég byrja til Guðs, hvernig ég byrja til? Ég byrja til bara, hjálpi mér. Ég að tala við Jesú, ég að tala við pappa, ég að tala við andan? Silli, bara, við hvernig á ég að tala? Ég er búin að fatta það. Ég á að tala við pappa í Jesú nafni.
Og ef ég gerir það, þá kemur andinn og hjálpar mér og eitthvað svona. Við fyrir með þetta algjör hringi. Og það ekkert skrítið, sjáðu. Það ekkert skrítið. Biblían talar föður, Guð sem föður. Það talar að andinn sé Guð, heilagur andi sem vorum að lesa áðan. Og ekki bara það. Páll postuli talar að Jesús sé Guð. Þetta hver Guð? Jekyll and Hyde. Bara margskiptur. Nei. Ó, nei. Ok. Ég ætla að byrja með einu til þess að hjálpa okkur að skilja. Það bara ég. Ég einn eða ég þrír? Nú ég tala án Guðs bara. Ég. Jaha. Þannig ég þrír. Ekki allir sálfræðingar algjörlega sammála að það sé eitthvað skipting milli sálar og anda, en það margir sem samt þess, á því að svo sé, og það þýðir það að ég andi, þar að ég andleg vera, og hérna innst inn í mér einhver Halldór og Árný sem það sem ég með svona, það sem ég get tala við Guð og Guð getur tala við mig, það kannski einfaldast að segja svoleiðis, en þetta svona eðlisávísinin hérna innir fyrir. Ég ekki að hugsa það beint, ég finn eitthvað á mér og það kemur bara og hvaðan kom þetta? Ég ekki að hugsa þetta, ég að hugsa hvað þetta kaupa í matinn. Skilu? Þetta innin í mér. Síðan ég með sál, þar sem eru tilfinningar og ákvörðun og viljinn og vonandi eitthvað skynsemi. Það misjafnlega mikið. Og svo bý ég í þessum líkama. En get ég aðskilið mig og verið samt þessi þrír? Nei. Það get ég ekki. Ef ég tek eitt í burtu, ef ég deyfi líkamann, þá aðskilur and og sál sig frá honum. En saman ekki hægt að gera neitt greinarmánuði. Ég bara Halldór og Árný. Ég bara eitt, skilur hvað ég meina? Ég samt þrír. Ég ætla að pröfa eina tilraun viðbót. Þetta alltaf leið eitthvað, krakkar. Þetta bara grundvöllur, þetta bara byrjunum sem ég leggja. Þetta mun allt enda einhvers staðar. Ég veit nákvæmlega hvað ætla að enda. Já, það eins gott að ég veit það. Tökum annað dæmi. Ef ekkert mannkyn væri til, nema einn maður, ein kona og eitt barn. Hefur aldrei verið til, verður aldrei til, nema þessi þrjú. Þau heita hvað? Sami einu nafni. Maður. Líka konunnar. Ekki bara fólk. Nú þetta aðalumræðin í íslensku þjóðfélagi í dag. Það má ekki kvenkyns eða karlkyns gera öllu heldur neitt. Þó orðin séu, muni eftir Vigdísi Finnboga, hún sagði ég maður. Ég bara kvenmaður. Það kvenmaður og karlmaður. Og það bara fallegt og gott. Vegna þess að maður tegundin eins og við köllum það. Ok? Og ef þeir eru þrír hérna, mennirnir, þá eru við samt einn maður. Við köllum þau, þetta maður. Svo spurningin, hvernig sambandi á milli þessara þriggja, hjónanna og barnsins, eða konuna, karlsins og barnsins, það náið? Á hverju það byggt? Þau alltaf að rífast? Nenna þau ekki að búa saman? Skilurðu? Eða þau bara eitt? Við erum að nálgast þessa mynd af því hvernig Guð Það bara einn Guð. En hann 3 persónur. Það ekki öll trúarbrögð sem samþykkja þetta.
En það heldur ekki öll trúarbrögð sem trúa því sem ég ætla að fara að segja ykkur. Rétt bráðum. Er þetta nokkuð þungt? Þetta sko heilags anda predikun. Nefn bara hún ekki, halleluja! Hún bara svona, þetta bara fræðsla inn í hjartað okkar. Er þið með? Er þið með á því? Það sagt að Guð tali. Það meira sem sagt, hann orðið. Og orðið var hjá Guði. Þetta var fyrir sköpunum og allt saman. Ef einhver orðið og talar, við hvernig hann að tala? Engin sköpun til, engin maður til og Guð orðið og að spjalla. Við hvern? Ok? Guð kærleikur. Kærleikurinn elskar. Hvern elskaði Guð áður en heiminum var til? Fyrst hann kærleikur, sjáðu. Faðirinn, sonurinn og heilagur andi töluðu saman. Faðirinn, sonurinn, heilagur andi elska hvern annan. Það að ná myndinni? Þetta var bara eftir að bestna, ég get lofa ykkur í. Þeir eru eitt í kærleika, sköpunarsagan, og nú fyrir við að koma að okkur inn í öllu þessu. Sköpunarsagan í Biblíunni segir okkur að dýrin voru sköpuð hvert eftir sinni tegund. Ef maður bjóð til, hann reyndar sagði Adam að nefna dýrin og hérna býr hann til einhver dýr og þeir og Adam svo, þetta alveg svo apaköttur, hann heiti það og þú veist, það var engin nöfn, Guð setti ekkert nafn á þessu, hérna svo koma ljón og ljóninja og þetta ljón og svo býr hann til þessu nöfn eða hvað hann veitir. Gerði það sennilega ekki á íslensku samt. Og síðan kemur að því að Guð segir, hlustið vel á, í Biblíunni segir, við skulum skapa mann í okkar mynd. Við hvernig Guð að tala? Já, þeir þrír en samt einn. Og ég ætla að útskýra þetta með einn á eftir. Segja, og hlusti, þetta ég ætla að ímynda mér þetta, ég ætla að umorða þetta. Þeir eru í himnunum og faðirinn byrjar að hugsa og segir, þetta líf sem við eigum, hérna, þrír, náttúrulega geggjað. Já, hann sagði það kannski ekki. En það eru mikil lífsgæði hjá okkur. Við eigum allt, við lifum í kærleika. Lífið, eilífa lífið flæðir í allsnægtum hjá okkur. Og við elskum. Hvernig væri að búa til aðila eins og okkur sem að fær hlutdeild í pakkanum hjá okkur. Fær að njóta alls þess sem við höfum í sínu lífi. Ef við gera það? Og heilagur andi segir, hvað meinarðu? Maður, hvað maður? Nei, hann sagði það ekki. Allir sagði það, hvað stendur það? Nei, þeir voru allir á sömu blaðsíðu. 1, 2 og 3. Það þurfti ekki að útskýra neitt. Það var enginn sem kom og sagði, þetta skrítin hugsun, faðir. Nei, það var ekkert svoleiðis í gangi. Og hann skapaði, ég var að segja bara, já, úr dufti jarðar, úr ryki. Leir og mótaði manninn. Og hvað gerir svo? Og þá segir pabbi, jæja, heilagur andi, nú komið þér. Nú blæst þú okkar lífsanda inn í þau.
Þau verða frábrugðin hinum öllum dýrunum sem við vorum að skapa vegna þess að hin dýrin ekki sköpuð eins og við erum. Þessi skapaður þannig og ekki bara það, ég blæs lífsanda mínum inn í þau og heilarandi blæs lífsanda Guðs inn í mannin og hann skapaði þau, segir Biblían, mann og konu. Burt með alla karlrembu að kona sé eitthvað lægra sett heldur en maðurinn. Þannig var það aldir í kirkjunni. Burt með það. Konan jafn mikið eins og Guð eins og maðurinn, sköpuð í hans mynd. Sem þýðir það náttúrulega, Guð hefur fullt af kvenlegum eiginleikum, hvort þið líkar að betur að vera. Það bara svoleiðis. Það bara svoleiðis. Já. Sumum líkar þetta rosalega vel en öðrum bara, já, ég í rangri kirkju. Jesús bað til föðurins að lærisveinarnir yrðu eitt, eins og hann og faðirinn voru eitt. Hann talaði alltaf einingu. Hann sagði, hefurðu séð mig, þá séð föðurinn. Við erum bara eitt. Ég hugsa eins og hann, ég tala eins og hann, ég akta eins og hann. Þannig erum við bara. Í Biblíunni mikið talað og í íslensku þýðingunni mjög oft þýtt að það sé einn Guð. En vitið hvað, í mörg af þessum þýðingastöðum það sem sagt hjá okkur að það einn Guð, segir í öðrum þýðingum Guð einn. Sjá, heyrið munin. Guð einn. Það að segja, hann þrír en hann einn. Og þá komum við að þessu, hvernig Guð byggir líf sitt saman. Hann byggir á tvenns konar lögmálum lífsins, annars vegar lögmáli kærleikans og hins vegar lögmáli trúar eða trausts. Algjörlega, þeir elska hvort annan skilyrðislaust, það kærleikurinn. Hjónaband, við skulum reyna að hugsa þetta því það borið saman við hjónabandið og við erum skuggamyndin, að hjónabandið það sem við elskum hvort annað, þú elskar makaðinn skilyrðislaust. Og þú treystur, þú hefur trú á konunni þinni, þú hefur trú á manninni þínum. Það í lagi. En hvað gerist ef að trausti bregst? Hvað gerist ef að trausti bregst? Ég búin að fá leyfi á Sipp og alla nota, ekki alla greinur reyndar. Alli minn, þú ert með. Talaði líka við krakkana þeirra og þau eru falleg fjölskylda. Þau elska hvort annað, þau eru 2 yndisleg börn. Það ekki börn, þau eru bara alveg að vera fullorðin. Allavega þeim finnst það. Nei, allt í lagi, krakkar. Nei, þau eru það. Og þau eru yndisleg. Og þau elska hvort annað. Og þau bera traust til hvort annars. Þau trúa á hvort annað. Það ekki bara, ég trúa og getur þetta. Það ekki bara það. Það hlutað, ég heldur bara, þau hvíla bara í því hver þau eru með hvort öðru. Ef ég myndi nú hóa í Sipp og alla hérna, inn á skrifstofu í daginn, ekki ég, segjum bara einhver ókunnur maður. Má ég fá að koma og hitta ykkur upp í kirkju. Sest niður með þeim. Og segir, heyrðu, ég verða að segja ykkur þetta, sko, því að þetta hvílir svo þungt á mér. En vitið, hann Gunnar ykkar fann að reykja hass. Nei. Sjáðu. Á hverju myndi hún ekki trúa því? Þú veit hver hann er. En ef viðkomandi tækist að sá hvorni efa sinn. Þegar viðkomandi farinn og þau standa upp og ég sippa sér, nei, ég þekkja, hann myndi aldrei geta. Eða hvað heldur allir? Er það möguleiki? Innstinni vitaðu það ekki. En það búið að sá efa inn. Og ef þau útkljá ekki þann efa í eitt skipti fyrir öll, með því að setjast niður með Gunnari, þá getur vel verið að þessi efi
myndi gjá smátt og smátt á milli þeirra. Því að vantraust komið inn. Traustið á milli Föðurinn, Sonur og Heilags Anda algjört. Þeir hafa fulla trú á hver öðrum. Þeir efast ekki eitt augnablik hvern annan. Þeir eru einn. En veit hve margir kristnimenn efast Guð? Það ekkert samband sem þrífst ef að traustið brotið. Það ekkert samband sem þrífst. Þú getur elskað. Það við heyrt fólk sem segir að við erum skilin, við elskum ennþá hvort annað. Við getum bara ekki búið saman. Traustið farið. Ástin, þar að segja kærleikurinn, hann ennþá til staðar. Snýst ekki það. En það ekki traust. Þess vegna eigum við ekki líf saman. Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi í kærleika og fullkomnu trausti. Veistu hvað? Nú ætla ég að bera enn saman. Ég ber oft saman Gamla testamentið og lögmáli og nýja sáttmálann í Kristi. Og veitu hvað talað mikið trú og traust. Og bara hvaða afbrigði sem á þessu orð, trú, í Gamla testamentinu. Það alveg 43 sinnum. Ekki meira. Vitið hvað oft talað það í Nýja testamentinu? 463 sinnum. Það allt annað líf sem við erum búin að fá opinberun í hinu nýja. Trúnni var stólið undir lögmálunum. Við trúðum á tilvist Guðs, reyndar, jú, en við trúðum ekki á hann. Við höfðum ekki trú á honum. Sjáu munin. Margir kristnir trúa á Guð en hafa ekki mikla trú á honum. Af hverju ætti hann að gera þetta fyrir mig? Af hverju ætti hann að vera þessu fyrir mig? Ég ekki þessu verður að hann sé að gera eitthvað svona fyrir mig. En þegar Kristur kom og fjarlægði synd, sekt og fordæmingu, opnaði leiðina svo við gætum trúað. Undir lögmálinu getur ekki trúað því þar ertu dæmdur. Það bent á því fingur og segir þú ert ómögulegur. Lélegur pappír. Guð vill helst ekki það með að gera hana því hann miskunnsamur. Þá lætur hann sér duga að hafa það eitthvað stærðarna. Hann elskar þið ekkert rosalega mikið. Ég hef stundum sagt það líka, það alveg skelfilegt. Foreldrar mínu sögðu þetta aldrei. Vitið hvað? Ég hef heyrt það. Foreldrar sem sögðu, að þú segir ekki sannleikann, þá elskar Jesús þig ekki lengur. Sagt við börnin. Fær svartan blett á tunguna og hann elskar þig ekki lengur. Þetta ofbeldi. Af því Jesús elskar okkur alveg sama hvað. Ég ætla bara að segja þér það, hann elskar þig jafn mikið þegar þú ert að bænast undan hnjánum grátandi fram fyrir honum og þegar þú ert að sukka niður í bæ. Og þú hugsast þar, nei, það getur ekki verið. Býtu, það þú sem fyrir fordæmingu, hans elska hefur ekkert breyst. Ertu með? Hans elska hefur ekkert breyst til þín. Það eru við sem brenglum hugsunina Guð. Og það nákvæmlega það sem gerðist. Hlustiði. Adam og Eva, strax eftir sköpunina, báðu Guð aldrei neitt. Þau þurftu þess ekki. Það var ekkert Guð, ég bið að gefa mig borða á morgun. Þá var hann búinn að segja, ég ætti bara hvaða tré sem með þessu. Það var nóg öllu fyrir þau. Þú heyrðu þau aldrei biðja neitt. Þau þurftu ekki að treysta Guði fyrir lífi sínu. Þau treystu bara honum. Eru þið með? En hvað gerist eftir það? Leifur búinn að éta af lögmálstrénu.
skulum orða það þannig, áður, og nú komum við að kjarnanum, áður en að þau áta þessu tré, skilningstré góðs og ills, sem lögmálstréð, lögmál dauða, syndar og dauða, áður en það gerðist, áður en þau gátu mér sér gert það, veistu hvað þurfti að gerast áður? Annað af þessu tvennu sem ég nefndi áðan, sem grundvöllur sambandsins, varð að bresta. Annaðhvort þurftu að hætta að elska Guð, sem þau gerðu það ekki, en traustið var farið. Því að óvinnurinn kom og sagði, hey, þú náttúrulega, myndi ekki deyja, þú getur þetta. Þú mátt bara, þú verður bara eins og Guð. Og þú mátt hafa vit og hvað gott og hvað illt og gera greint þar á milli og svo framvegis. Verður bara eins og hann. Og leið kemur hjá Adam og Evu. Er Guð, fel eitthvað fyrir okkur? Er Guð ekki að gefa mér allt? Er hann ekki búinn að gefa mér allt með sér? Ég sem hélt ég væri sonur hans. Hvernig er sonur þinn? Hvernig er dóttur þín? Er einhver haldið aftur af? Þú ferð ekki í skápinn. Það er mjólk þar sem þú mátt ekki drekka. Aldrei. Hafið séð krakkana þau koma heim, hlaupandi inn, svöng og þyst. Það beint í skápinn og það er engin mamma. Hey, láttu þetta vera, drengur. Fær ekki að borða þinn í kvöld. En ég er svangur, mamma. Nei. Getur vel verið einhverju foreldrar sé svona. En svona er ekki Guð. Og það var það sem gerðist hjá Adam og Evu, sjáðu til. Það brast traustið á föðurinn, á soninn, á heilagum anda. Það brast traust. Það kom efasemdir að Guð væri nú, hann er eitthvað að fela. Hann er að halda einhverju aftur á sem að mig langar rosalega mikið til að fá. Og ég er að missa af. Og þegar þessi efi var komið inn, vantraustu, þá gat hann étið. Því þá getur óvinnurinn sagt þér hvað sem er lífið og þú trúir því. Þegar traustið á Guði farið. Hann réðst á kjarna tilverunar, tengingu mannsins við Guð. Og ég segi ykkur svolítið og ætla að klára með þessu. Nei, ég ætla ekki að klára því ég veit ég alveg helling eftir og vera að klára það bara seinna. Ég ætla að klára í dag, ætla að klára. Svo er mikið hér allt kvöld. Þegar þetta hefur gerst, að maðurinn er búinn að éta af þessu tré og taki eftir, það var ekkert í trénu. Margir sem halda, þetta er svona mjallhvítarepli og eitthvað eitur í því. Nei, það var ekki svoleiðis. Það snerist ekkert eitthvað í trénu. Það snerist bara það að Guð sagði ekki borða af því. Þú veist, ég gef þér allt, þú mátt hafa allt, þú ert einn af okkur og þau hugsi ykkur. Þetta er boðið sem að fyrir frá Guði, Adam og Eva. Þú hefur bara minnað á það, Adam minn. Þú ert búin til af svona leir og ryki. Eina lífi sem þú átt í þér er frá mér. Og ég geri þig að mínum syni. Geri þig Eva að minni dóttur. Þú ert eitt með mér. Er ekki þannig sem ef þú ættliði barn, hvernig getur þú gert barn af þínu sem að þú fættir ekki af þér? Þú ættliði barn, ég get sagt ykkur það, eina leiðin til að gefa barninu aðgang á öllu því sem þú átt og ert, er að ættliða það. Því ef þú ættliðir ekki, þá enga rétt á arfinni þínum. Það er ekki hluti af þér nema að hluta til. Þú er búin að alveg frá blautu barnsbyrjunni frá þegar lítið tókst að þér utan að og svo þegar 20 ára og segir, það er svo gott að vera sonur þinn. Já, þú ert uppeldissonur minn, þú ert ekki alvöru sonur minn. Hvernig heldur að barninu líði? Þú fær ekki arfinn, hin börnin 3 fá hann. Þú veist, ég vil bara vera góðu við þig. Til að gera eitt með fjölskyldunni, þá innlimur það í fjölskylduna. Og það er það sem Guð bauð Adam og Evu. Þú ert núna hluti af okkur. Þú átt aðgang á
öllum lífsins gæðum sem við höfum. Lífsgæði okkar eru núna þín. En þú frjálsan vilja, þú þarft ekki að gera þetta, Adam minn. Hann sagði þetta ekki við hann, en hann með frjálsan vilja. Þess vegna sagði hann, ekki geta þessu. En maðurinn misti traustið á Guð og át. Og við það var til nýtt kerfi sem þú og ég og heimurinn þekkjum mjög vel. Það kerfi það að það breytti engum það, þau voru ennþá sköpuð í Guðsmynd. Það breytti engum það, hlustaðu vel á. Þau voru sköpuð í Guðsmynd til þess að eiga samfélag við Guð og vera með Guð og vera eins og hann, þó þau væri ekki hann, sjáðu, hlutdeild í honum. Guð sagði mér að segja, ég kem bara, þú veist, í kvöld og spjalla við ykkur, við gengum í kvöldsalunum og þannig var það, þeir heyrði í honum í næsta rjóðri, þú veist, þetta var bara samfélag. En leið og þau voru búin að éta, hvað gerist þá verður til nýtt kerfi sem segir, ég er ennþá skapaður í Guðsmynd, ég er ennþá eiga samfélag við hann, ennþá eiga þessi lífsgæði, en ég ætla að gera á mínum eigin veruleikum. Ég ætla að gera eins og ég gerir best. Og það hefur aldrei gengið. Þangað til að Jesús Kristur kom. Og ég fer betur í því að kannski ekkert seinna. Því þetta er svakalegt sem hann gerði. Takt eftir, hann kemur og hann er ekki bara vegurinn, hann er líka faratækið á veginum. Hann er ekki bara búin að opna einhverja leið. Það er margir sem halda að hann er vegurinn. Og hvað gerum við svo á veginum? Já, við reynum að gera það eins og Adam og Eva, eftir eigin mætti. Nei, þú verður í hann. Hann keyrir þig. Hann keyrir þig. Þú ert eitt með honum. Og ferð þannig inn í himinin. Og hann opnaði þessa leið. Og hvað gerir svo? Nákvæmlega saman gerist í aldingarðinum. Það er búið að skapa hann nýja, það er búið að skapa hann reisu frá dauðum, hann er frumburðurinn, hann er eins og Adam, hann er kallaður hinn síðari Adam og hann er eins og Adam í aldingarðinum sem rísu frá dauðum til nýs lífs, sannur maður og þá segir faðirinn heilarandi, blástu og heilarandi fjall á hvítasunnudag og sagan endurtók sig. Frá garðinum áður, nema núna í Jerúsalem í loftstofunni. Og lífið byrjaði upp á nýtt. Ég ætla að hætta hér. Áður en þið sofnið. Ég ætla að hætta hér, en þetta er ekki búið. Vegna þess að ef þið myndu bara gera ykkur grein fyrir því einingunni sem að býður ykkur. Ef þið myndu bara skilja hvað hann hefur gert og hver þú ert. Þess vegna þurftum við heilagan anda til að minna okkur á hver við erum. Það er rosalegt. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum læra verkið þitt, við megum læra heilagan anda og læra hvað þú hefur gert og rifja upp fyrir mörg okkar Drottinn minn upprifin af þínu orðu og anda þínu Drottinn Guð. En þú ert kærleiksríkur, þú ert góður og þú býður þér og mér og öllum hér inni, Drottinn minn, aðgang að lífinu í þér, að lífsins gæðum sem himinin á, með því að gera okkur eitt í Kristi. Biði heilagur andum að koma og opinbera sannleikann. Hver sem hér er að hlusta, hvar sem hann er í salnum eða heima eða hvar sem hann er að hlusta, sem þráir að eignast hlutdeild í lífsgæðum himinsins, í þeim gæðum sem Guð hefur. Og fara ekki á missuðu lengur, ekki deginu lengur. Opinbera það, Drottinn, fyrir anda þinn. Dragðu til þín það fólk sem að þráir þig. Dragðu til þín það fólk sem er með opið hjarta fyrir þér. Dragðu til þín það fólk sem þráir að lifa í þessari einingu andans með þér. Vitið það, elsku vinir, við erum ekki Jesús, en fyrir föðurnum erum við alveg eins og hann.
Það engin munur. Þegar þú ert í einingu, hann opnar himinu fyrir þér og mér til þess að verða hluti af þrenningunni, vera hluti af einingunni. Vá. Við þurfum ekki að sitja hér og vera velta fyrir okkur hvað Guð að pæla. Við erum inni í fundarherberginu hjá honum. Óhennilegt. Og komdu með lækningu þín og lausn í líf hvers og eins, Drottinn minn. Heilagur andi þinn falli og lækni og geri heilt. Í Jesú nafni biðjum við lækningu fyrir alla þessi sjúkir eru og við segjum fyrir kraft heilags anda, rís upp í heilbrigði og hreysti og lífi. Rís upp af rekkjuðinni, rís upp úr stólðinum, rís upp úr hjólastól, rís upp og vertu heill fyrir Jesú nafn.